borgarmynd og þetta hvað á ég að segja, bækistöð útflutningsmiðstöðvar íslenskrar tónlistar í Frakklandi. Þetta Grenoble og aðalbúluvardinn þar og Alpafjöllin á alla vegu. En þarna í þessari borg var hljómsveit sem ég tók miklu ástfóstri við og það var gagnkvæmt og það var Ensemble de Grenoble sem lék í Salle Messiaen sem var nú ekki stór og hljómsveitin ekki heldur. Þessna var hún alveg upplögð í alls konar ferðalög og ég ætla ekki að fara að tíunda hvert ég fór með þessa hljómsveit en alltaf voru íslensk verk í för og oft íslenski sólahausta, til dæmis þegar ég flutti Adagio Jóns Nordals. Þá voru íslenski sólistar á Elisabeth Voga hörpu og við skulum sjá Anna Guðný á píanó, vitum við fyrir hörpu og flautu, Martial Nardot. Svo bara eitthvað sé nefnt. Við flæktum Frakkland og við flæktumst Þýskaland og alltaf var verið að kynna íslenska tónlist plus. Seinna var stofnuð einhver skrifstofa hér upp á Íslandi sem nýtur styrkja einhverja opinbera aðila trúlega sem séður útflutning íslenskra tónlistar. Ég veit ekki hvaða tónlist það kannski það bara músík. Ég gerði þetta nú bara allt saman á eigin spýtur, upp á eigin spýtur. Og naut mín í Grenoble. Yndislega fallegur bær, ljúfur. Enda líka kaus frú Vigdís Finnbogadóttir, sjá næstu mynd, að mennta sig þar og læra sína frönsku þar og kenna svo frönsku í íslensku sjónvarpi fyrir orð föður míns. Og hvað var falleg og gáfuð og greind. Og þessi kona sem þjóðin dýrkar, hún var mér góð líka. Maðurinn nefndur Bröste og danskur iðnjöfur. Ég held á þess að geta fullyrt að fyrirtæki hans, Bröste, fyrirtækið, hafi flutt inn kol og salt, meðal annars eina tíð á Íslandi, til Íslands. Kannski hann önnur eða þriðja kynslóð. Hann sá þessa fögru konu og gáfuðu, kynntist henni og hreif svo mjög af henni að hann stofnaði til verðlaun á Íslandi. Og það sem hann þekkti hennar innri mann, þá átti þessi verðlaun að heiðra íslenska listamenn sem höfðu sýnt hugrekki og bjartsýni í sínu starfi og hafði til ráðuneytis stórgáfaða menn íslenska. Ég þori að nefna 2 af 3 sem veittu Guðmundi Emilssyni þessu laun eða ráðlögðu Vigdís að beina þeim til mín 1987 og það var menningarfrömuðurinn Gylfi Þ. Gíslason og píanóleikari
snillingurinn og hugsuðurinn og skólastjórinn og ég veit ekki hvað og tónlistastjóri útvarpsins, forveri minn í því starfi, Árni Kristjánsson. Þeir tveir sátu þeirra nefnd og einn að auki. Ég þori ekki almennilega fullera hver það var. Þetta átti nú að vera leyndarmál en Gylfi hvíslaði með þessu að mér í símtali þegar hann tilkynnti fyrir hönd nefndarinnar þeir hefðu valið mig til að taka við þessum verðlaunum frá Brösti. En verndari þeirra Vigdís Finnbogadóttir. Og þessa næstu mynd sést herra Brösti til vinstri og síðan Guðmundur Emilsson og þá Valgerður Jónsdóttir, frumkvöðl og músíkterapisti, samanber tónstofa Valgerðar, sem stórmerkstofnun, þjónar klíentel sem allir hefðu látið eiga sig, þar á meðal barnamúsíkskólar. Þeir voru ekki alveg, börnin voru ekki alveg eins og venjuleg börn. Valgerður hlaut fyrir skömmu verðlaun fyrir það mikla starf sitt. Fálkaorðuna tók við hennar Bessastöðum. Og fjórði maðurinn á myndinni borgarstjórinn í Lyngby. En afhending verðlaunanna fór þar fram og Atli Heimir var nú svo elskulegur að senda mér tónverk af því tilefni og það hét Novelletta og var spilað í beinni útsendingu sjónvarps og útvarps frá þessari athöfn í Lyngby. Og þá voru þau hjón og vinir mínir, Anna Guðný Guðmundsdóttir og Sigurði Snorrason sem fluttu. Og ég flutti líka ræðu, hún var á dönsku og hún hófst svona. Ég veit það að það væri hrollur gamla dönsku kennarinn minni Réttó ef hann vissi það að Guðmundur Emilsson ætlaði að fara að halda ræðu hér yfir virðulegu samkvæmi på dansk. Því að sannarsagna hef ég aldrei sagt eitt orð á dönsku upphátt, en ég læt mig hafa það. Enda líka fékk ég góða leiðsögn hérna í korter hjá einkaritara Brösti. Og hún sagði þetta væri bara fínt hjá mér. Og því þorði ég að opna munnið hennar. Að verra þegar fólk fór að þyrpast að mér og vilja snakka við mig á dönsku, þá varð manni nú fótaskortur á dönskunni sem meira sagt sem ekki verður sagt Einar Má Guðmundsson vin minn sem heldur glæsilegar ræður þegar Brösti félagar klíkan, skulum við segja, hittist í hversin sem nýr félagi bætist í hópinn. Þetta nú svolítið glæstur hópur, verð ég að segja. En þannig tengslin, það þannig mynd af miðborg Grenoble, þannig mynd af Vigdísi Finnbogadóttur, þannig mynd af verðlaununum sem hún veitti mér, voru miklir peningar. Ég fór nú bara að gráta þegar ég áttaði mig á því að þessi verðlaun féllu í minn hlut það árið. Og fjórða myndin í þessari seríu sýnist mér nú bara vera tekin í La Salle Messiaen í Grenoble
Svo þetta svona Grenoble Lyngby myndaserja. Það ekkert annað. Þarna Guðmundur Emilsson fyrir utan bifreið sendiherra Íslands í Beijing, Peking, til þess að undirbúa jarðveginn fyrir frumflutning, sviðsetningu á óperu sem að viðkomandi hafði komið á laginnar. Við hliðina á mér stendur bílstjóri sendiráðsins, yndislegur. Að vísu var einn hængur á þessu bílastæði og tímasetningu bílstjórans að stöða þarna. Þetta þarna til hægri handar torg hins himneska friðar. En sem var nú allt í lagi sjálfu sér. Það var ekki verið að leggja bílnum, það var bara verið að stöðva hann, taka myndir. En á Vinstrahönd, ekki áttaði ég mig á því, þar var bara samakominn kommunistaflokkur Kína í einhverjum gríðarlegasta sali á jörðinni. Ég veit ekki hvað margir kommunistar sækja allsherjarþing kommunistaflokksins í þinghúsi. En viti menn, hermennirnir á torgi hins himneska friðar komu askvaðandi með alvæpni og handtóku þennan brjálæðing og hirtu af mér vegabréfið og það sem þeir kölluðu leynivopn, sem var hljóðneminn sem ég hélt á, sem var leit út eiginlega eins og byssa. Og það var nóg til þess að ég var tekin í karphúsið. En losnaði nú fljótt þegar bílstjórinn útskýrði hvað við hefðum verið að gera og hvað ég var að gera hér. Ég var nú í nýti vernd af menntamálaráðuneytis Kína í þessari heimsókn, undirbúningsheimsókn. Og þá fékk ég mín tæki og tól aftur í hendur. En viti menn, þegar ég svo flög heim eftir þessa heimsókn, þá hvarf svona silfraður kassi sem ég setti í frakt, sem í voru ljósmyndavélar og segulbandstæki í minni prívateigu og eigu Ríkisútvarpsins. Enda líka ætlaði ég að nota tækifærið og gera þátt kínversku óperuna sem ég hef mikinn áhuga á. Jæja, við ætlum að ljúka þessum þætti með því að sýna ykkur sjónvarpsþátt sem heitir Steinn við stein og Þorkell Sigurbjörnsson og tekin upp hér og hvar heiminn. Þar á meðal komum við í Grenoble sem við vorum að tala og þar flutt verk eftir Þorkell sem heitir Kolumbína og fyrir flautu og strengjasveit. Þorkell Sigurbjörnsson, eitt mikilvirkasta tónskáld þjóðarinnar, sneri heim að loknu framhaldsnámi 1961 og hóf kennslustörf. Nemendur Þorkells á rúmlega 30 árum skipta orðið þúsundum og áhrif hans á tónlistarlífið eru ómæld. Samband kennarans og nemandans
hefur einatt orðið tilefni samstarfs, stundum mikils og náins. Það á við umsjónarmann þessarar heimildamyndar, svo sem hún óneitanlega ber með sér. Óvænt auglýsing námsstyrki við bandaríska háskóla var til þess að uppfylla draum Þorkels tónlistarnám í útlöndum. Glaðbeittur hvatti hann foreldra sína í Þingholtunum og hélt á vit ævintýra. Leiðin lá til borganna Minneapolis og St. Paul sem voru Þorkalli á öllu leyti framandi, nema vera skyldi fljótið Mississippi sem aðskilur þær og sögusvið frægra bóka sem lengi hafa verið lesnar á Íslandi. Þekkingargrunnurinn sem þeir Árni Kristjánsson, Róberta Ottosson og Viktor Urbansits höfðu lagt reyndist traustur þegar Þorkell hóf nám við Hamlin-háskólann. Þar hafði tónskáldið Ernst Krenek fyrrum ráðið ríkjum og styrkt stöðu samtímatónlistar. Hér urðu til fyrstu tónsmíðar Þorkells og hlaut hann fyrir þær verðlaun skólans. Þorkell hafði nú í fyrsta sinn aðgang að fullbúnu nótna- og hljóðritasafni, auk tveggja víðfrægra hljómsveita borgarinnar undir stjórn Antals Dóratís og fleiri stórmenna. Hér sökti hann sér í fjársjóði tónbókmennta, enda fann hann margt og mikið, meðal annars merkar tónsmíðar tónskálda af Vínaskólanum síðari. Kannski var Schönberg þetta ár 57-58 svona helsta uppgötvunin. En hér kynntist ég líka músík eftir Haba, eftir Juan Carillo og menn sem voru að gera tilraunir með smá stillingu, þar að segja með smærri tónbil en hálftóna. Og þetta var náttúrulega gjörsamlega nýr heimur líka. Og hinn bóginn var ég að uppgötva alls konar hluti í sambandi við píanóið og af klassísku og úr klassísku og romantísku repertúari. En það lá fleira romantískt í lofti en píanóleiku Þorkells. Hér kynntist hann lífsförunautnum, skólasystur í kennaradeild, Barböru Jane Powell að nafni. Sveitin umhverfis smábæinn Wasika, æskuslóðu Barböru, dæmigerð fyrir landbúnaðarhéruð Minnesota-ríkis. Þangað flykktust íbúa Norður-Evrópu fyrrum í leit að frjósamri jörð og nýju lífi. Tengsl Þorkells við Bandaríkin urðu varanlegri en hann hafði órað fyrir og hafa í raun mótað líf hans og þar með fjölmargra annarra Íslendinga. Þau Barbara kynntust á tónlistardeild háskólans, þar sem hún var við gæslu og safnastörf samhliða námi. Þau gengu í hjónaband í kirkjunni í Wasika. Kapp Þorkells við námið leiddu þau saman. Hann vann oft myrkrana á milli. Og stundum gerðist það að hún þurfti nú að stugga við mér vegna þess að við máttum nú ekki æfa alla nætur í æfingaherbergjunum og hún þurfti að loka safninu á einhverjum tilteknum tíma og ég var ekki með úr og var ekkert að fylgjast með tímanum nógu vel ef að mikið stóð til. Nú, þetta var sem sagt Barbara mín og til þess að gera langa sögu stutta þá giftumst við hér í þessu húsi. Það var nú svolítið öðruvísi að lítast hér. Þetta var nú kirkja með stóru pípuorgeli og í þessum smábæ, Wasika, sem að fæstir kannast við. Þorkell lauk BA-prófið frá Hamlin-háskólanum vorið 1959. Aðalnámsgreinin var píanóleikur, auk tónfræði og tónsmíða, sem nú ná yfirhöndinni leið og áhugi Þorkells á raftónlist kviknar. Listgrein þessi var ný af nálinni. Poem Electronique eftir Varese frá árinu áður var í raun eitt örfár á raftónverka sem menn voru þá almennt sáttir við. Raftónlist alls konar var í fæðingu
og auðvitað var maður spenntur og vildi kynna sér þetta nýja sérkennilega svið og þegar maður fór að spyrjast fyrir hvar hægt að leggja stund á raftónlist, það sé svona lögleg kennslugrein við háskóla, þá voru það bara ekki margir staðir hér. Það var annarkvort það var líklegast bara að fara alla leið til New York, til Columbia til þess að komast þar í einhverja snertingu, eða þarna á miðri leið í Illinois, sem að mönnum fannst að væri nú kannski ráðlegra fyrir mig vegna þess að það var þá ungur maður sem var að drífa af stað þessa sérstöku deild, það er að segja raftónlistardeildina, og hafði allt að vinna. Hann var ekki eins og gömlu mennirnir í Columbia sem voru eiginlega búnir að gera sínar tilraunir þá fyrir 2-3 áratugum og það reyndist vera rétt að það var mjög líflegt umhverfið þarna í Illinois. Þau hjónin flytja sig suður á bóginn og setjast að í háskólaborginni Champaign-Urbana. Og þar fæðist frumburðurinn Mist Þorkelsdóttir sem fetað hefur í fótspor föður síns. Hér kynntist Þorkell tónlist Harry Partch, John Cage, Elliot Carter, Henry Cowell, Morton Feldman og Earl Brown. Kennarar hans í tónsmíðum voru þeir Kenneth Gaburo og Lee Jiren Hiller, sem þá var að þreifa sig áfram á hinu nýja sviði raftónlistar. En þótt samtíma tónlist væri höfð í öndvegi, fór Þorkell ekki varhluta af grúski manna á öðrum deildum skólans. Það var verið að leita og finna upp og uppgötva og grafa úr gleymsku og það var ekki aðeins, mátti ekki gleyma því að það var ekki aðeins í sambandi við framúrstefnu nútíma tónlist. Það var eins og ég minntist á áðan í tónlistardeildinni, þar voru menn að uppgötva áður óþekkta tónlist sem hafði verið gjörsamlega gleymd og grafin og hér voru menn að byrja að flytja í alvöru tónlist frá löngu liðnum tíma og reyna að endursmíða gömul hljóðfæri og því líkt. Það var þetta var virkilega svona leitunarstarfsemi í allar áttir. Þótt bandarískt tónskáld hafa oft borið á góma við háskólann, var einnig grannt fylgst með tónskáldum á meginlandi Evrópu. Þá vakti heildarútgáfa verka Antons Webers mikla athygli, hún leit dagsins ljós. Háskólamönnum í Illinois og sjálfsagt víðar þótti þýskuborgirnar Köln og Darmstadt einkar forvitnilegar, en það bárust oft undarlegu skruðningar þaðan, svo vitnað sé í Þorkell. Þau hjónin sneru heim til Íslands, snemma árs 1961, gerði Þorkell stuttan stans hér og brá sér þegar í leiðangur til meginlandsins. Fyrirlestrar Boulez og Ligetis í Darmstadt vöktu geðhrif hjá Þorkalli, sem hann hefur enn mjög stór orð um. Já, þetta sé ekki bara eins og að upplifa í fyrsta skiptið ef að menn hafa náttúru í þá veru að kannski krufningu og hann virkilega krufði þessi verk og dró fram þessa aðskiljanlegu kannski faldu hluti. Það var mjög eftirminnilegt og greiningartímarnir hjá Ligeti voru mjög góðir. Aðrir kúrsar voru frekar misheppnaðir. Hvað með Stokkhausen? Ég hafði ekkert gaman á honum. Af hverju ekki? Já, þetta kom músík ekkert við sem við varum að tala um. Kaldhæðnisleg orð sjálft framúrstefnugoð Darmstadt-borgar Karl-Heinz Stockhausen sem margir litu upp til og gera enn. Hér skildi leiðir með mönnum. Þorkell hefur lítið gert til þess að þóknast framúrstefnunni, reyndi að vera gagnrýndur fyrir að fiska ekki á hennar miðum, aðallega í seinni tíð. Hann tileinkaði sér nokkuð snemma tónsmíðastíl sem hann hefur haldið tryggð við í grundvallaratriðum, ekki ósvipað og hætinn fyrrum,
Hann segir Þorkell: Haydn var hugvitsamt tónskáld, smátt og smátt stækkaði heiminn sem hann vann í. Verk Þorkells gera sjaldnast óheyrilegar kröfur til hlustenda. Þeir verða engu að síður að koma til móts við þau og sættast á forsendu þeirra. Flest hinna fjölmörgu hljómsveitaverka Þorkells eru einþáttungar í styttri kantinum, sem einkennast af djúpstæðri þörf tónskáldsins til þess að gera afmörkuðu efni mjög ítarleg skil. Sellókonsertinn frá 1980 segir þessa sögu. Þorkell í raun tónskáld margra stíltegunda. Sellókonsertinn dæmi eina, litli flautukonsertinn dæmi aðra. Barnatónlist Þorkells og kórlög eru dæmi enn aðrar stíltegundir, auk leikhúsverka og raftónverka. Sveigjanleg efnistök hans eru þó ætíð alþjóðleg, gjaldgeng jafnt á Íslandi sem í útlöndum og virðast tala jafnt til lærðra og leikra, stórra og smárra. Þorkell tækifæristónskáld í jákvæðustu merkingu þess orðs. Þorkell hefur haldið sinni stefnu, sól hans hefur risið hægt en stöðugt. Hann hefur hvorki fylgt straumnum né farið beinlínis gegn honum, alltaf verið þáttakandi í samfélaginu umhverfis sig og ekki talið það eftir sér að verða við ólíklegustu beiðnum tónverk, hversu hversdagslegar sem þær hafa verið. Þannig hafa orðið til ástarsöngvar og kærleiksljóð, ballettar, kvikmyndamúsík, sjónvarpsauglýsingar, dansmúsík, útfararsálmar, brúðarsöngvar, skólasöngvar, verk fyrir lúðrasveitir, barnaóperur, jafnvel dægurlög fyrir unglinga. Hógvær afstaða tónskáldsins til starfans í nokkurri mótsögn við þá viðurkenningu sem það nýtur á erlendri grund. Stærri tónverk Þorkells Sigurbjörnssonar eru oftar flutt í útlöndum, hér og þar, en á heimaslóð. Áhugi útlendinga hefur án efa hvatt Þorkell til dáða. Það hefur verið honum hollt að kynnast viðbrögðum þeirra við tónverkum hans. Íslensk tónlist væri ómerkari, nyti hún ekki stöðugs samneytis við erlenda list. Það gerðu höfundar íslenskra fornbókmennta, það gerði Halldór Laxness. Erlend gagnrýni merkilegri en innlend. Hún færi listamanninn nær kjarnanum og getur, þegar efni standa til, breytt heimóttarskap í litríka alþjóðalist. Hljómsveitarverk Þorkells eru fjölmörg. Sum þeirra hafa aldrei eða sjaldan heyrst á Íslandi. Á meðal vanræktra verka lítil perla, Kólumbína.
En á meðan erlendir tónleikagestir fagna Kólumbínu sem ætíð hittir menn í hjartastað, segir tónskáldur Börnum Reykjavíkur söguna rottufangarann. Nú byrjaði flautuleikarinn að spila aftur. Og nú voru það börnin í bænum sem að söfnuðust í kringum hann. Auk tónlistar fyrir börn Þorkell Ötull höfundur kirkjulegra verka. Á meðal þeirra allforneskjulegur orgelkonsert saman síðastliðið vor til heiðurs séra Arngrími sem fyrstur manna kom út til Íslands með organum. Í verkinu gengur á ýmsu og því betra að halda vöku sinni. Þrástef eru ríkjandi. Þau birtast í ýmsum myndum samkvæmt kúnstarinnar reglum. Stefjagangurinn linnulaus til loka. Þegar Þorkell inntur eftir aðferðunum sem hann beitir við tónsmíðarnar, verður í fyrstu fátum svör. Kannski finnst skáldinu að verið sé að hnýsast í vopnabúr þess. Þorkell kímir bara og segir: það sem maður hefur maður gert og þá það út úr heiminum og liðin tíð og ástæðulaust að velta sér upp úr því frekar. En spyrillinn gefst ekki upp og svörin koma hægt og bítandi. Hvað segir tónskáldið samhljóma? Jú, samhljómar hafa alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Jafnvel þegar framúrstefnan var örg út í venjulega þríhljóma. Þeir voru eiginlega skammarir í þá daga. Mér var alveg sama, notaði bara hljómið sem mér sýndist. Hvað góður samhljómur? Það réttur hljómur á réttum stað, segir Þorkell. Hljómur sem hæfir ákveðnu augnabliki en ekki öðru. Ég set oft fram krassandi hljóm í upphæði verks og birti svo bræður hans, hvern af öðrum þegar líður á það. Hvað með byggingarlag verks? Á form þess að vera skýrt við fyrstu heyrn, eiga til dæmis hendingamörk að vera augljós? Þorkell svarar: ég held ég hafi yfirleitt sóst eftir því að hafa hendingar skýrar, þannig að það sé fremur auðvelt fyrir áheyrendur að fylgjast með framvindu verksins. Hvað með notkun hljóðfæra? Hefur hann í heiðri einhverja almenna reglu þar Já, segir hann, ég held ég leitist fremur við að nota hljóðfærin á ytri mörkum tónsviðs þeirra fremur en á miðsviði. Hvað með sönglögin? Hvernig verða þau til? Sannleikurinn sá að einföld sönglög bara koma. Það sjaldnast ætlunin að gera þau. Þau bara koma. Þannig kom sálmalagið Heyr himna smiður þegar ég var á ferð í bílnum mínum að velta fyrir mér sálmi Kolbeins Tumasonar. Þorkell virðist ekkert sérstaklega gefinn fyrir að ræða innri mál tónsmíðana. Því komum við að honum úr annarri átt í vonum að það varpi ljósi á hann sjálfan. Við spyrjum: hvað þarf góður tónsmíðanemi að hafa til brunns að bera? Og hann svarar: hann þarf fyrst og fremst að vera góð manneskja sem ætla sér eitthvað með tóna og hljóð, hafa gott eyra og hugsa í hljóðum og tónum frekar en í formum og myndum. Hann þarf að bera sterka tilfinningu til hljóðheimsins
og sækjast eftir að tjá sig á því sviði. Hér var síendurtekið þrástef á ferð, en Þorkell fæst mikið við þau, stundum við lítinn fögnuð gagnrýnenda. Hvaða tilgangi þjóna þau? Við getum sagt að þrástef sé eins og múrsteinn. Það blasir nú við bygging hérna hlaðin úr múrsteinum og múrsteinarnir eru bara endurteknir og allt í einu áttar maður sig á því að þeir mynda vegg og heilan vegg. Múrsteinarnir og endurtekning þeirra í röð eru einhvers konar þrástef. Og þegar maður horfir á svona byggingu þá segir maður ekki þetta nú bara hrúga múrsteinum. Maður segir bygging sem lítur svona út með svona veggi og svona glugga og svona lögun og svona notagildi. Þannig að festa eyrun í einhverjum þrástefjum nú kannski ekki mjög sniðugt. Þá bara missir maður eiginlega af verkinu. Steinn við stein mynda hús, stef við stef mynda tónverk. Málið er ekki þar með útrætt. Þorkell hefur lengi velt þessu fyrir sér. Hann segir, mér þykir óskaplega vænt þrástef. Það má líka þeim við þulur eða eitthvað þvíumlíkt. Það er ekkert eðlilegra í veröldinni en þau. Þau eru allstaðar. Hafið virðist órjúfanleg heild en er í raun síbreytilegt þrástef. Hraunbreiðan er líka haf í þessum skilningi, eins óbyggðir, sandar, fjöll og fyrnindi. Já, mér þykir mjög vænt þrástefin og skammast mín ekkert fyrir það, þótt þau hafi á stundum fengið neikvæða umfjöllun. Mér finnst bara alls ekkert athugavert við þau. Þorkell beitir þrástefjatækni af mikilli leikni. Áheyrandinn veit sjaldnast af stefjunum, jafnvel þótt allir þættir tónverks grundvallist á þeim. Ólíkur persónuleiki hljóðfæranna, auk fínlegrar úrvinnslu efniviðarins, leiðir eina til verka þar sem margir syngja sama stefið, en þó hver með sínum hætti. Ég hugsa hljóðfæri yfirleitt sem persónur, persónur með sín persónlegu einkenni, með sína raddir og með sinn styrkleika hér og sinn veikleika þar og í sambandi við blöndun hljóðfæra þá eins og þá hefur mér alltaf þótt gaman að hugsa
hljóðfæri sem eru lík og hljóðfæri sem eru ólík í mismunandi, já, að athuga hver niðurstaðan verður þegar jafnvel, já, slíkar ólíkar persónur mætast á sama punkti. Að lokum spurt hvað hvetji Þorkel svo mjög til dáða. Spurningin leiðarljósið erfið enda veigraði Þorkell sér við að svara henni lengi kvölds. Það ekki bara lífsþorstinn og langar til þess að maður vill frekar vera lífandi en dauður og það að gefa frá sér hljóð eða kalla fram hljóð, það liður í því. Því það eru bara dauðir hlutir sem eru hljóðir.